daginn, kæru vinir, og velkomin. Við erum mætt á staðan okkar sem við þekkjum orðið mjög vel og líka hreint prýðilega við. Og það nú gott skref í trúariðkun okkar þegar við förum að líka hreint prýðilega við þar sem orð Guðs talað. Þá erum við nú allavega á réttri leið með þetta allt saman hjá okkur og við eigum auðvitað að stefna okkur inn á þá leið sem rétt. Hvernig vitum við það? Við drögum auðvitað hring utan orð Guðs og lítum á orðið sem svona okkur kærast, því að það í raun tryggingin fyrir því að trúin sem að ég að reyna að láta vaxa í mér fái rétt skilyrði til vaxtar. Þannig alltaf snýst þetta að endingum orðið og það því ekki að ástæðulausu að Drottinn segir á einum stað aftur til orðsins. Af hverju segir hann þetta? Hann þekkir okkur, hann veit að við á einhverju stað og einhverju tímapunkti munum ekki endilega og fyrirfram gefið leita til orðsins. Af hverju? Af því að það getur verið svo erfitt að fara og fylgja þessari trú, erfitt að svo mörgu leiti, nema við séum bara þeimur betur vakandi fyrir okkur sjálfum. Það bara áreitið sem í kring sem kemur gegn trúnni. Og það á svo sem ekkert að koma neinum á óvart. Það gæti auðvitað komið mönnum á óvart vegna þess að þeir eru ekki að fóðra sig á réttum skilningi. Svo náttúrulega þetta endalausa og yndislega kvörtunarsemi hjá okkur þessu ágæta kristna fólki. Við erum að kvarta hvort við annað allt og ekki neitt. Við erum að kvarta undan þessu að því við erum bara mætt sjálf. Af hverju erum við að kvarta? Já, af hverju kvarta menn? En þetta ráð við þessu öllu, til þess að draga úr alls konar, til þess að minnka alls konar svona neikvætt í okkar fari, því að þegar að þú ert að kvarta, segjum það, jafnvel þó þú hafir fulla ástæðu til þess að kvarta, ef einhver tíman ástæðu til að kvarta, að þá ertu samt að frambera frá sjálfum þér og sjálfri neikvæðni yfir til annara. Það ekki rétt hjá mér. Hefurðu heyrt jákvæða kvörtun? Ég held að hún sé ekki til. Ég held að hún sé á öðrum stofni heldur neitt þetta sem jákvæð. Þú grípur hann annars staðar frá en þessu jákvæða. Og þegar við erum að kvarta, þá erum við líka leið að vekja upp þessa andstyggð sem ég kalla, sem heitir meðvirkni. Þegar við erum að kvarta, hvort sem það ég eða þú, og þá náttúrulega viljum við, það nú í eðli þess að kvarta, að við viljum fá þá sem við erum að kvarta í, til að vera með okkur, taka undir þetta sem við erum að segja. Það ekki rétt hjá mér. En þá erum við í raun og veru, að því að við erum að kvarta, að dæla út þessari neikvæðinu okkar. Og neikvæðinni, hún í raun og veru getur aldrei byggt nokkurn mann upp. Kvörtunin ekkert annað en að þú ert að ausa af gremjuðinni yfir til annara manneskju. Með öðrum orðum, þú vilt nota aðra manneskju til að létta svo litið á þér. Þetta ekki rétt. Þannig að kvörtun, ég þekki þetta mjög vel og ég veit alveg á hvaða rót kvörtun er. Hún að neikvæðri rót í manni sjálfum og þegar maður byrjar á þessum stað það fyrst og fremst maður sjálfur sem að draga sig niður með þessu orðavali. Menn segja
og það getur alveg rétt að það sé gott að hreinsa út. Ok, segjum það sé gott að hreinsa út. Það er gott að hreinsa út. Og hvað svo? Svo byrjum við að byggja eitthvað nýtt inn í það sem fór. Ef við hreinsum út, ef við trúum því að kvörtun sé svona hreinsun, viss hreinsun, við stoppum bara þar, hvað gerur? Það sem fór, það kemur allt aftur. Þannig í raun og veru, varst ekki að gera þér sjálfum og sjálfur neitt gagn með þessu, heldur baka þér á vissan og tjón sem aldrei mun færa þig fram á við, heldur setja þig áfram á sama stað eða skrefa aftur úr bak, og það vilt ekki. Já, það getur verið gott að hreinsa út og við þurfum að hreinsa út. Það er alveg rétt, ég tek alveg undir það. En það er til lítils að hreinsa út og fara svo að sækja gamla draslið aftur. Hve oft gerum við það ekki? Hreinsum út og förum svo tilbaka og byggjum nýtt. Akkur haldið að við fengið trú? Akkur haldið þið að við eigum öll þessi orð sem við eigum? Það er til þess að byggja eitthvað nýtt. Eitthvað nýtt. Þess vegna hreinsuðum við út. Þó með þessum kannski vafasama hætti væri. En sjálfur er ég nú þeirra trúar að þegar við komum í kvörtunagirnum okkar, þá séum við í raun og veru ekki að hreinsa eitt eða neitt út. Ég þekki alveg sjálfa mig og kvörtun mína, kvartanir mína. Ég finn alveg sjálfur hvernig kvörtun mín, hún þyngir mig meira og meira. Þannig að hreinsunin kannski var ekki meira en svo, því hún var nú reyndar engin, svo þegar þetta allt saman hætti, maður hætti náttúrulega alltaf einhvers staðar, þá hafði kannski bæst við. Og hvað vil þetta segja mér? Auðvitað bara að gera þetta svona er ekki rétt leið til þess að leysa sjálfan sig undan þessu. Hvernig gerum við það? Við gerum það með trúna okkar. Við gerum það með orði Guðs og við leggjum stund á og ákveðum að hætta svona tali. Er það hægt? Það er allt hægt. Og það get ég vitnað hér, að margt sem var mér tamt í eina tíð. Veistu hvað? Ég ákvað það einn daginn að ég stoppa þetta. Og það stoppaði. Þetta býr allt með okkur sjálfum. Ekki svo að skilja að maður sé laus við allt hvart. En Guð minn góður, það er bara dropi hjá því öllu hinu sem þetta var. Oft á tíðum, ekkert alltaf og ekki hjá þér heldur, en oft var þetta þannig. Maður var kvartandi, syngt og heilagt og vistu af hverju. Ég held að gildi líka fyrir þig. Hjartað var ekki rótt. Og maður kvartaði bara til þess að springa kannski ekki sjálfur. Hvað var maður að kvarta? Ekki það sem var að. Svo mikið veit ég. Hvað þá? Kannski eitthvað sem ég sá í kringum mig og sem var ekki í lagi. Það er margt sem er ekki í lagi í kringum okkur. Við veitum allt um það. En svona er kvörtunin. Að því hún er neikvæð, getur hún aldrei byggt neitt nema neikvætt upp. Hún bætir ofan á neikvæðina sem fyrir er. Þannig það að kvarta er löstur. Hvort sem er fyrir mig eða þig. Löstur sem við öll þekkjum, sem við öll
meira og minna höfum verið undir. Og það er mjög áhugavert að skoða hvað það er sem að fær mann til að kvarta. Eins og vorum að tala um áðan, þá er hjartað fullt af einhverju gömlu líklega sem að fylgjur okkur meira og minna. Hvað getur það verið? Einhvað sem við náum ekki að tala út. Einhvað sem er svo einhvern veginn svo mikil, já hvað á maður að segja svona, þetta er svo tilfinningatengt að við getum ekki tjáð okkur um það. En það er þarna óafgreitt og þetta lætur á sig kræla og við förum að kvarta yfir allt öðru en rótin er. Og hvernig getum við læknast af þessu þegar við erum ekki að taka rétt á hlutum, þegar við erum að tjá okkur um B, þegar við ættum að vera að tjá okkur um A. Sérðu ekki og sjáum við ekki að þessu hvar vandinn liggur. Hann liggur í að við erum að tala um B en ættum að vera að tala um A. Og það er svolítið munur á A og B, ekki? Hvað vil þetta segja okkur? Eins og vorum að tala um líka áðan, þá getum við tekið ákvörðun fyrir okkur að láta af svona tali. Og þegar við erum búin að taka ákvörðun það að láta af svona tali, þá gerist kraftaverk. Og þetta B, með A segjum við, sem við vildum alltaf tala um, það er bara heiðist upp með tímanum. Þetta er mín reynsla. Af hverju? Þegar við tökum ákvörðun um þetta í Jesú nafni og eftir að við erum komin til trúar, erum við í raun og óbeint að segja, kannski sögðu við það bara beint, ég ætla að gefa honum þetta. Og hann sér að ákvörðunin ætlar að halda, sér að þú ert ekki að tala um þetta lengur, það er allt til að tjá sig um hluti, en 20 ára seinna að vera enn að tjá sig um sama, gengur ekki. Og þá fer að komast lækning í þetta aðdæmi, sem þú gast aldrei talað um og talaði raun og veru aldrei um, en þú ert komið sigur yfir því. Og þegar þú ert komið sigur yfir því, þá þarft ekki að tjá þig meira um það. Ekki svo að skilja að þú getur ekki farið að kvarta um eitthvað annað, en núna er A-dæmið ekki lengur inni. Kannski ertu núna komið í B, það getur vel verið, en A-dæmið er farið. Og það sem er farið og var neikvætt og vont er sigur. Það er rosalega mikilvægt að taka við svona því að ég er ekki einn um það að hafa reynslu af þessum hlutum. Og ég segi, það sem hefur virkað fyrir mig, getur líka virkað fyrir þig. Þannig að við, þessi kvörtunargemsar, gömlu, ekki lengur kannski, en vorum þessi ægilegu kvörtunargemsar, hættum þessu. Hættum að ausa neikvæðinni yfir bræður okkur og systur, því að ég er nokkuð viss um það að fæstir kannski kæra sér neitt um það, og það er alltaf að kæra sér ekki um það, því að við eigum að ráða sjálf hvað við höfum í kringum okkur. Og það er svo mikil meðvirkni í fólki að þú ert í raun og veru að vekja hana. Og meðvirkni er annar stofn en kvörtun, en bæði eru neikvæðir stofnar. Að við sjáum að það er til einskis gagn að vera að rækta þetta með sér. Þú veist að þú getur losað þig við til að mynda meðvirkni. En þú gerir það ekki á meðan þú veist ekki hvað meðvirkni í grunninn er. Hvað er meðvirkni?
Það getur verið það til að mynda þegar ég kem til þín og svona bara ekkert nema kvartanir og kvein, tala B en ætti að tala A, segjum það. Og þú í meðvirkninni þinni tekur við öllu sem ég að segja, en hugsaður ekkert meira það, hvort að mann greiði sér nú að segja það sem eða segja ekki það sem En ég veit menn að sumt fólk það hefur þessa greiningu. Ég man eftir því að ég var einu sinni alveg á svakalega vondum stað hvað þetta var það og hringdi í góðan vinn minn og hann fekk að heyra þetta allt en heyrði samt ekki neitt vegna þess að ég var að tala allt annað en var. Ég var að tala B en átt að tala A. Hann sá nú í gegnum þetta loksins og sagði við mig, Konráð minn, segðu mig nú hvað að. Já. Þá aðeins mér nú tungu tönn og svo, hérna, ég má ekki vera þess hvað, við heyristu þetta, bless. Þá var hann komin á þann stað í mér með þessu sem hann sagði, sem ég gat ekki talað Trúirðu þessu? Þú ert á sama stað, því að þú hefur reynt þetta og kannski ertu á þessum stað. Þú veist, þú sett að kvarta að ástæðan A en ekki B. Þú veist hvað A hjá þér. Þú þarft ekki að segja mér það, en þú veist hvað A og B átilla fyrir því að kvarta til þess að losa byrðarnar af því sem A gaf. Þetta maðurinn, þetta manneskjan. Þetta manneskjan sem lifir í holdi, lifir í föllnu holdi. Holdið gerir svona. Þetta getur trúaðan maður líka reynt og upplifað og margir hafa upplifað og ég hef oft upplifað þetta en skemur hinn síðar ár og ég þakka auðvitað Guði fyrir það sem segir mér bara það að ýmislegt hefur áunnist. En svo einhvern stað náði maður nú að gefa Guði þetta og þá kom friður smátt og smátt inn í þetta. Í þetta A-dæmi. Þannig að A-dæmi, það kemur svo sem upp. En það ekki lengur þessi byrði, þessi áþjón sem að það var. Og það þarna, ok, allt í lagi með það og ekkert meira. Þannig að þegar ég kvarta við þig einhvern tímann, þá það ekki vegna A, því að það ekki lengur uppi, þá það kannski bara B eða C eða Guð má vita hvað. En þá A farið og veistu hvað? Það sigur. Fyrir þig, nei fyrir mig. Segðu þetta með mig fyrir mig. Við erum einstaklingar og við erum með alls konar í okkur. Við verðum fyrir höggum og við erum jafnir svikin og það alls konar í gangi kringum okkur sem við höfum orðið fyrir, sem við segjum að við eigum ekkert í. En það ekkert að spyrja að því. Margt sem þú hefur lent í gegnum þitt líf, áttur aldrei neitt í, en þú lentir í miðjum storminum. Hvað ætlar að gera í því? Ósköp lítið. Þú ert með þetta, þú ert komin með þetta og núna að vinna rétt úr því. Og þá ferðu ekki til besta vinarðins. Jú, ferðu þetta til besta vinarðins vegna þess að hann besti vinur þinn og ferðu að tala við hann og svo dettur inn í kortunagýrðin og ferðu að tala A. En í raun að vera, eða sko þú talar B, en í raun að vera að tala A. Við höfum annað orð yfir þetta, kötturinn í kringum heitan grautin. Það fer bara hringinn í kringum grautin. En ástæðan fyrir þessu fyrir innan hringinn. Þetta að fara eins og köttur í kringum heitan graut og svona körtunin oft uppbyggð. Við þurfum að vita skil á ýmsu. Og þetta eitt af því sem trúin vill kenna okkur, að því að trúin, hún í dag. Við höfum oft talað það hér, að náðin yfir. Hún fer ekki neitt.
hvorki harmur minn, kvörtun og kveinsemi hefur neina áhrif á náðina mína. Hvað segir náðu við mig? Þú ert á leiðinni til himins. Og þú átt trú sem að flytja til himins. En þú ert hér, og núna ertu komin í kvörtunargýriðinn, segjum það, og enn og aftur farin að tala tala B-hliðina á málunu, en meinar ennþá A-hliðina. Sem sagt, þú kemur þér ekki efninu. Þetta er gott fyrir mig og þig að vita. Við þurfum nefnilega að vita skil á svo mörgu. Sama hvað við segjum, þá verðum við að vita skil á svo mörgu. Og ég spyr, af hverju heldur þú, minn elskaði vinur og vinkona, að þér hafi verið gefin trú? Það er vegna þess sem við erum að gangi gegnum í deginum, í erli dagana. Drottinn vill gefa okkur góðan dag. Og hver á til góðan dag sem er að glíma við A, getur ekki tjáð sig um A, fer til einhvers og talar B-hliðina á A, og þannig sannleikur kemur aldrei fram. Eins og þessi ágæti vinur minn sagði, ég sagði áðan, herru, segðu mér nú hvað er að, þá getum við fara að ræða á málin. Hann þekkti þetta. Hann var búinn að fá greiningu á þessu. Og þetta er yfirleitt, yfirleitt segi ég með þetta, að við erum að tala um annað en þegar við erum að kvarta. Og við erum að kalla yfir okkur og tosa viljandi yfir okkur ennþá meira af þessum tilfinningum neikvæðu. Við hreinstuðum ekkert út með þessu. Og þegar við hreinsum út, og ef við náum að hreinsa út og gerum ekkert meira, og eftir einhvern tíma þá erum við búin að sækja allt þetta drast sem við hreinsum út aftur inn. Vorum við að hreinsa út til þess? Ég held við vitum alveg svarið við því, nei, við vorum ekki að því. En það var nú samt niðurstaðan. Hvað gerum við þegar við erum búin að hreinsa út og erum fegin og fallið í framan yfir því að hafa gert þetta? Við förum, svo setjum við eitthvað nýtt inn í þetta rými. Það er nefnilega trúin sem virkar, elskaði vinur minn. Það er nefnilega orðið sem gildir. Núna ætlum við að fara að raða orðinu inn. Fylla vistaveruna sem hitt allt saman var á orði. Og þá höfum við byggst upp í trúnni sem er svo mikið gagn af að svo mörgu leyti. En orðið byggist ekki upp í hjarta þínu nema því að þú ert að leyfa því að vinna verkin. Sem sagt, þú ferð daglega til Drottins. Það gagnaði vissulega að koma endurum og sinnum til Drottins og það er betra heldur en að koma aldrei til hans. En dagleg viðvera þar er samt miklu gagnlegri og það segir sig alveg sjálft. Það segir sig alveg sjálft. Sumt segir sig alveg sjálft en við sjáum ekki sem slíkt. Við vitum að við þurfum að borða daglega. Það segir sig alveg sjálft. Það þarf ekki að segja það nokkru manni. Sama gildir með orðið. En menn líta ekki orðið allir þessum augum og það er sinn vandi. Og þetta er blessaða fólk með allir virðingu fyrir því er alltaf að höggva í sama knirrun. Það er að bera upp við vini sína alls konar umkvörtunarefni og það má alveg spyrja sig að því, er þetta
það sem er að valda hryggð eða liggur rótin í öðru, og það er mjög líklegt að rótin liggi í einhverju öðru. Hitt sé bara átilla til þess svona blása eitthvað út. En fæstir átta sig á því, þeim líður illa, ég þekki þetta allt saman, þeim líður illa og þeir verða að tjá sig. Með öðrum orðum, þú ferð með kvörtunina þína til manneskju sem er kannski meðvirki og óvanaleg og þú kvartar við hana, hún tekur við því og svo kemur meðvirknin upp í henni og segiði mér og sýniði mér hvar uppbyggingin liggur á svona stað. Hún er ekki til, hún er ekki fyrir hendi, hún hefur ekki möguleika á því að verða nein. Því að það sem verður að segja er ekki af uppbyggingu, er af neikvæðinni og neikvæðinni er aldrei uppbygging. Þetta fellur ekki saman, þetta stendur ekki saman. Þetta eru andstæður, eins og svart og hvítt eru andstæður. Akkur er verið að tala svona? Af því að Drottinn segir það sjálfur, vakið. Fyrir einhvern væri þetta ástæða til að vaka yfir. Þegar kvörtunardeildin er farin að láta á sig kræla í hjartanu. Við verðum að læra að setjast og sund og leyfa þessu nýja að vaksa í sér því að það býður eftir vaksta skilyrðu. Vaksta skilyrðin eru til staðar en þau komast aldrei að vegna þess að það er svo mikið pláss sem allt hitt tekur. Já, það er gott að hreinsa út og við þurfum að hreinsa út. En þá verðum við líka að vita það að við erum að hreinsa út til þess að setja einhvað nýtt inn. Við erum ekki að hreinsa út til þess að koma með allt þetta gamla aftur inn. En hve oft gerum við það ekki. Við eigum orð Guðs, við eigum lifandi Guð í hjartanu. Það er engin spurning um það, við eigum til trú og náðin er yfir. Það er mjög mikilvægt, elskaði vinur minn, að vera með þessa náð og vissu og hreinu hjá sér og segja við sjálfan sig, ég er á leiðinni til ríkis Guðs, ég mun ekki deyja vegna náðarinnar og vegna trúarinnar sem starfar í mér. Þetta verður aldrei frá mér tekið, en ég er eftir í deginum. Og það er ýmislegt gamalt sem lætur á sig kræla og ég fer að kvarta það við einhvern, ekki það. Við vorum að tala A og B áðan, við förum aftur í B, tölum ekki A, sem er ástæðan fyrir því að þetta leta á sig kræla. Og förum jafnilega fjargviðrast yfir einhverjum hégóma, þannig séð, sem allt er lagi svo sem er að fjargviðrast yfir, þú mátt alveg fjargviðrast ef þú vilt það, en þú ert ekki að taka á þínum eigin vanda, hann situr alltaf eftir. Það er vandamáli sem við erum að eiga. Þú ert að dæla þessu yfir mann og annan og sé viðkomandi meðverkur sem að svo margir eru, að þá hafa tveir neikvæðir einstaklingar raun þróa með sér neikvæðni. Meðverkni er ekkert nema neikvæðni. Það hef ég séð. Og meðverkni, hún tekur ekki, lítur ekki rétt á aðstæðurnar. Hún bara tekur við sem hún heyrir og gerir að einhvern sannleika. Og þú varst að hlusta á kvartandi manneskju, sumir nenna því, ég nenni því nú reyndar ekki lengur, hann gerði það nú allt of lengi. En í dag ég segi bara eins og vinur minn, býtu, segðu mig hvað er að, hættu þessu. Þá kveður hún, líklega kannski mögulega, eða þá snýr sér að vandanum. Og þá er allt til að hlusta. Þá
þá er þetta að fara að gera eitthvað sem hjálpar. Þannig við þurfum að athuga hvað við erum að segja. Og vitum við segjum það og bara gefa Guði það, þetta er ekkert mál, bara gefa Guði það, minnsta máli í heimi. Svo samt eru alltaf að tónlast á því sama, búin að gefa Guði það. Akkur eru við þá tónlast á því aftur eftir að við segjumst við erum búin að gefa Guði það? Er það ekki bara einni ástæðu? Við höfum ekkert gefið Guði það. Þetta er allt saman ferli, þetta er allt saman vinna. Þetta er allt saman vinna sem að kemur að því að þú ert að efla þína trú. Þú ert í daglegu samfélagi við lifandi Guði, sem við erum ofta að tala um hér, sem eflir þína trú og gefur þér sýn á alls konar svona. Og þú skilur, manneskjan er að kvarta og okkur líður bara illa stundu, það er bara þannig. En við segjum ekki það sem er að. A er að, við tölum eins og erum B. Eða jafnvel C. En ekki hinna raunverulegu ástæðu fyrir því að okkur líður illa. Og við vitum alveg akkur þetta er, að því þetta er of sárt fyrir okkur að tjá okkur um það. Þess vegna tölum við ekki um það, eins og það er. Ég veit ekki akkur við gerum þetta. Kannski ætlustu við til þess að svo sem að hlusta, hann bara, ég heyrðu, það er þetta sem er að því á þér. En hvernig ná hún að vita, hann er hún að vita það? Viðkomandi er ekki þú, er ekki þínar hugsanir, þín reynsla. En þú getur sagt þína reynslu og þínar hugsanir, þá er mögulega hægt að koma á einhverjum tengingum. En þeir ekki. Sjáum við ekki að þetta líka er raun og veru einfalt mál að vinna með? Og sjáum við ekki mikilvægi þess sem að orðið segir að við skulum segja hverjum öðrum sannleikan? Það er ekki að segja hverjum öðrum sannleikan þegar ég kem í kortunagýrnum mínum talandum B, en ástæðan er A. A er sannleikurinn. Hvernig ná að geta komið út úr því einhver lausn? Það er ekki hægt. Skilyrðin vantar. Þetta er nú ekki flóknar en það. Og akkur haldið þið að við eigum orðið og akkur haldið að orðið sé endalist að tönnlast á þessu orði sannleikur. Við verðum að segja sjálfum okkur sannleikan og við verðum að bera sannleikan fram fyrir fólk. Og þegar við gerum það, þegar við förum í þessum erindum, þá erum við ekki leið að fara til að kvarta við einn eða neitt. Það er annar staður sem við erum á, sem heitir kvörtun. Sannleikurinn þarf að heyra og hljóma. Og ef allir menn og allar konur áttuðu sig á mikilvægi þess að segja sannleikan, þá væri margt í lífinu í svo miklu betri farvegi. Og ég held þú takir undir að svo sé. Þetta er ekki flókið mál. Það sem er flókið er að koma sér á þennan stað og geta talað um það sem gerðist og þá eru við í A-deildinni. Núna förum við ekki í B-deildina. Með öðrum orðum, þú ferð og nærð að tala um þetta, já, það sem er að ángra þig í raun og veru. Hefur gert það? Ég efast að þú hefur gert það ef þú ert 20 árum seinna enn að tjá þig um það sem gerðist fyrir 20 árum. Þá efast ég það að þú hefur náð í marki að fara þá leið. Auðvitað er það vont og einkum og sérilagi fyrir þann einstakling sem við þetta glímir. Við getum alveg tekið undir það. En hvað get ég gert og hvað getur þú gert ef að manneskjan fæst ekki í þessa vinnu? Ekki neitt. Eins og blessaða kallinn sagði við mig og
Konráð minn, segðu mér nú hvað að. Og ég gat það ekki. Þar með var tómt mál. Sjálfhætt. Ég veit það ekki. Ég hugsa nú að þú sért nú hafur oft verið á þessu stað. Það ekki til neins, elskaði vinur minn, að tönnlast á einhverju úr því að maður ætla sér ekkert að gera neitt hvort þið er. Það ekki til neins heldur að hreins út ef þú byggir ekki inn í rýmið eitthvað nýtt. Því að það eru 99% líkur á því að þetta gamla fari inn ef þú gerir ekki neitt. Við þurfum að gera ýmislegt. Samt áttu til trú. Og trúin, elskaði vinur minn og vinkona, er að tala til þín lausnina. Hún segir við þig, trúin segir við þig, lausnin byggir á sannleikanum. Ef þú vilt tala þetta áfram, segðu þá sannleikan. Þá myndu ekki fá orð eins og Konráð, segir drottin, að hann fái spurningu, herðu vinur, segðu mér nú hvað að. Stoppu mér. Nei, vinir mínir, við eigum til trú og ef við notum hana rétt þessa blessuðu trú, þá hún þvílíkt gagnleg. Þvílíkt gagnleg. Þvílíkt gjöf. Hún á við allt heimsins gull að verðmætum. Því að trúin sem fær að virka sem trú byggir undir og þú átt gott líf. Og hvaða gull getur komið í staðinn fyrir að eiga gott líf í eigin hjarta? Það ekki til. Þetta eru verðmætin mestu fyrir hverja mannesku. En hver margir huglega þessi mál með þessum hætti. Allt og fáir. En þetta er þarna og þetta er sannleikur málsins. Þetta eru þín einu sönnu verðmæti. Þegar maður kveður hinstu kveðju, þá fer hann sjálfur ofan í moldina. Það sem hann streðaði fyrir verður eftir. Hann fór ekki með það með sér. Eða hver langan tíma varði hann í að eignast þetta. Nú er hann farin. Það sem hann gerði er eftir. Jú, einhverju njóta þess, nýta, en ekki hann. Því hann er ekki til staða lengur. Það er allt til að eiga einhvað, það er ekki málið. En akkur ekki líka að eiga til einhvað sem að geri manni daginn bærilegri, góðan. Akkur vera að tjá sig efni sem gerðist fyrir áratugum, enn þann dag í dag. Akkur ekki að fara að kasta fram sannleikanum málið og búa með sannleikanum til einhvern grundvöll til umræðina, til ábendinga, til hjálpar. Og það eru margir kristnir menn og konur líka sem hafa köllun til þess að hjálpa fólki með alls konar svona. Það er svo sem ekki allara að hjálpa til með svona lagað, en margir hafa þessu köllun. En það þýðir ekkert fyrir þig að koma með kortunina þína að B-stofni, en ætti að vera A-stofni. Það kemur aldrei neitt út úr því. Það er ekki hægt. Það er ekki grundvöllur til þess. Og drottin skilur eftir hjá þau spurningu, segir við þig og mig og okkur öll, hvað viltu gera? Hvernig viltu að þetta sé? Og drottin segir meira, ég er tilbúin. Ég skal hjálpa þér. Ég skal senda þér til mannesku sem myndi geta hjálpa þér. En segðu þá A-dæmið, ekki B lengur. Það verður erfitt fyrir marga. En ég lofa hverjum sem er að þar liggur lausnin. Hún liggur í þessu og engu öðru. Þannig það eru til leiðir.
og við sem eigum til trú, við eigum þessar leiðir. Það er því ekkert annað en synd að fara ekki þessar leiðir sem að hjálpa okkur við að losa byrðar af. Við verðum að taka okkur taki, við verðum að sópa út og við verðum að raða nýju inn í þetta rými sem þannig var tómt og autt. Þá líka höfum við varist að þetta gamla komist inn, því að það kemst ekki fyrir, því að það er orðið fullt af gulli og gersemum, eins og má segja, trúnni og birtu trúarinnar, og hún fer ekki neitt þaðan. En ef ég ger ekki það sem þarf, þá mun ég aftur höggva í sama knérun. Það er bara leiðin. Og er ekki bara komið nóg að slíku? Ég held það. Og annað líka sem maður hefur lært, að sumt verður að fá að ljúka. Takk eftir í hvernig ég orða þetta. Verður að fá að ljúka. Og hver gefur þessa heimild? Bent á sjálfa þig. Það getur engin annar gefið heimild. Jesú nafni, ég veit ekkert hvað ég er búin að tala lengi, en erum við ekki búin að tala í eitthvað góðan tíma í dag. En Konráð Rúnar Friðfinnsson kveður og þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.